Já, það held ég. Yes. Það er Pingjan sem að heilsar ykkur þennan þriðjudaginn. Góðan daginn. Og nú erum við á leiðinni í eitthvað helvíti súrt. Endanlegt. Já. Cancellation. Ríkisskulda súpan. Þú vilt meina það? Já, hvaða ógeðslu notification í gangi? Já, þetta var Facebooki hjá mér, ég veist forláta þessu. Já, slökkt á þessu. Ég er búinn að slökka núna. Já, ég vona það allan. Hugsaður að það var jafn einfalt að segja við ríkisstarfsmenn, hættu þessari þvælu og það myndi bara hætta. Já. Eins og fyrir því að slökka notification. Þetta er óþolandi, þetta er bæði óþolandi, en það er hægt að slökka á öðru mjög öðvöldlega. Já, ekki hinnu. Við erum, sko, svo við förum aðeins yfir það nafn þessara serju. Við hefum nú rætt, þú talaðir ammoniak eitthvað. Ammoniak fnykur almennings. Já, svo vorum við að ríkisrant. Já, þetta er ríkisrantið, partur 1, partur 2. Já. Ríkisskulda súpan. Já. Ég veit ekki svona hvað. Já, ég veit ekki, er þetta ekki bara ríkisrant? Nei, ammoniak eitthvað. Ammoniak fnykur almennings. Ammoniak fnykur almennings, ég held að það sé þá. Sko máli er, ég vil ekki vera allt á djúpur hérna. Nei. En þetta kemur af góðu einu. Já. Ég var að tala við eina frú upp á leikskóla. Já. Nú er maður að venja guttana af því að pissi í bleiu. Já. Fara að pissi í kopp og svona. Einmitt. Og því fylgir oft slys að venja einhvern af bleium. Já. Og það sem að þessi kona vildi meina var að bara eins og með stofnanir. Er hún í bleiu eða verður hún einhvern tímann fjárhagslega sjálfstæð? Já. Og nær að sjá sig sjálf. Skilur þú hvað er að fara? Já, algjörlega. Þannig að stundum þegar maður kemur upp á leikskóla í þessu ferli, þá labbar maður heim með hlandpoka sem er bara poki fullur af hlandfötum og honum fylgir ammoniak fnykur. Og sem sagt þessi myndlíking hjá þessari ágættu konu er sem sagt að tala að hlandpokar hægri manna eru það versta sem við vitum um. Þegar Bjarni og Sjallarnir er að reka þessar stofnanir og endalaust með þau í bleiu. Já, það virðist alltaf vera erfitt að venja einhver af þeim allana. Já, það lítur út fyrir ansi margir sem við erum að fara að snerta á og séu það sem við myndum kalla hlandpoka og hægri mennirnir muni eiga erfitt með að venja þau af bleiunni eða fjárlögunum eða hvað heitir þetta? Ríkisframlag? Já, þetta er náttúrulega fjárlagafrumvarp og sem verður að fjárlögum, sko. Já, fyrir okkur barnafólk, þetta þýðir bara eins og myndi vera með barni eitt í bleiu, allavega við. Svona nokkuð veginn, sko. Sem er náttúrulega fyrir suma, við munum komast að þessu hérna þegar nær dregur en með okkur að sjálfsögðu Dominos, það er þriðjudagur í dag, að minna á þriðjudagstilboðið, gamla góða. Það klikkar nú seint og það er þessar kjöraðstæður sem við rættum áður að fara trítla út í Dominos eða jável bara keyra þangað á einkabílnum og ná í hérna þriðjudagstilboð, bara helst fyrir alla fjölskylduna og íta svo á play á Pingjunni. Já. Nú, svo er það Isnik og það er valjúlíðan dagsins. Ok, hvað er með það? Ertu tilbúin? Já. Ég held ég sé ekki búin að setja þetta fram. Þú ert farin að fara í hringi? Nei, ég held ekki, ég var svona, ég spáði allan lengi í þessu og það er gírun.is. Já. Það er gírun.is, gerun.is og gírun.is og þá er náttúrulega auðvitað mikilvægt að nefna mikilvægt þess að kaupa bæði með I og I. Það kostar ekki nema 2.000 krónur aukalega. Ég nefnilega með annað observation. Já. Í dagins, ég ætla að sjá hvort þetta gangi upp. Já, það er nefnilega Sjallarnir. Þetta eru markaðsmaskinur. Já. Veistu hver á bjarniben.is? Hæ? Nei. Hvað var ég að segja? Veistu hver á bjarniben.is? Nei. Bjarni Ben. Já, það er svo. Veistu hver á áslaugarna.is? Já, þá er það Áslaug. Ég vona það. Já, ég vona það sé ekki Bjarni. Við þurfum að plata Áslaugu þátt. Komum að stæði hvort hún þetta. Það verður gaman. Veistu hver á katrinjak.is? Katrín, myndi ég svona sleikir ráð fyrir. Það er laust. Það er laust? Já, skemmtilegt. Veistu hver á solveiganna.is? Ekki Solveiganna. Það er laust. Já. Veistu hver á gunnarsmári.is? Já, ekki Gunnar. Það er laust. Já. Þannig að þú sér það, hægrimennir eru svolítið vakandi fyrir lénunum. Já, algjörlega. En svo viljum við líka innbrá því að sko... Og ef þú ert verkalýsforkálfur, eða lefty, eða bara almennu lefty, ekki leyfa brandaraköllunum að komast í nafni. .islíðan er einn til stærsta eign. Kaupið þetta upp. Innbrá því sjálfsögðu bara ef þau eru með eldri lén, að reyna að koma því kannski frekar í verð. Frekar að selja það, frekar en að segja það upp. Því að þessi gömlu lén eru verðmætt, þau eru dýrmætt. Já. Og hérna við hvetjum ykkur til þess. Þú ert nú sérfræðingur í verðmætum.
verðmættu fyrir með 2 lén, gunnarsmári.is og bjarniben.is. Já, það er bara eins og staðan núna 6.200 krónur. Á gunnarsmári.is. Já, það er laust. En bjarniben.is. Það er eitthvað dýrara held ég. Er það ekki? Ég held að Dominos myndi kaupa á svona miljón. Já, potið. Alltaf ef við fyrir á bjarniben.is. Ég segi það. Inn á Dominos. Herru, svo glænýr samstagsæðli með okkur líka. Já, rétt. Það Inkasso. Já. Þau hjartanlega velkomin. Já. Ógeðslega skemmtilega gaurar sem við erum búin að fá að kynnast þar. Já. Guðmundur og Jóhann. Já. Það ekki sprellikallar. Það bara snillingar. Snillingar og sprellikallar. Þeir veit okkur hugaróm. Við ætlum að plata Gumma í spjall. Já. Hvenar? Mars, februar. Já, það væri gaman. Það þarf að peppan. Já. Ef við fáum 300 like á Spotify, 300 reviews, þá held ég hann mæti. Hann sagði, af hverju ætti ég að koma í hlaðvarp með einhvern guttum sem eru með undir 300 reviews? Nei, það er ógeðslega skemmtilegt. Það er verið að sameina þarna 2 fyrirtæki, Inkasso og Momentum. Sögulega sé þá horfa allir á þetta sem handrukkar í jakkafutum. En hugsunin þarna innanhús bara allt önnur. Þetta ný nálgun á þennan markað sem basically, hvað getur sagt, kröfustjórnun eða bara innheimta. Bara innheimti þjónusta. Já. Og það sem mjög áhugavert, bara einn lítill metrik. Þau að mæla ekki starfs, þau að mæla þjónustu og svona upplifunar ánægju þeirra sem eru skuldarar. Já. Sem held ég bara einstæmi. Það hefur enginn gert þetta hér á landi, ég fullir það. Og fyrir okkur, eða þá sem að hlusta á okkur sem eru fyrirtækiseigendur og kannski ekki á vanskilaskrá, að þá magna hvað þetta mun smita til sín í viðskiptum, að þú vilt vera hjá Inkasso þegar þú veist að Inkasso að hugsa svona klálega skuldarana. Hvernig hugsaðu þá þig og bara upp á viðskiptum sem þetta býr til. Þannig að þetta var mjög fróðlegt samstarf að fara yfir þetta. Þeir alltaf líka held ég kannski að senda okkur einhver gögn og upplýsingar hvað að gerast á þessu markaði. Við munum koma með einhver upplýsingar úr þessu. En það verður skemmtilegt að fá Gumma í spjall og við mælum bara með að fara inn á inkasso.is og skrá sig. Það hægt að tengja þetta á Payday. Þannig að þeir einhverjir helst vel í hendur. Já, og eins og við nú lendi í, þegar einhver borgar ekki á eindaga þá bara skottast krafans beint yfir til Inkasso og þeir sjá máli. Mjög bara þægilegt. Já. Þægilegt ferli. Herði, við bjóðum þau að sjálfsögðu hjartalega velkomin og þá bara held ég að við hefjum þennan þátt og hefst á ríkisskulda súpan. Og það nú kannski gaman að minnast á það að þetta hinn raunverulega afmælis þáttur. Já. Og við erum eiginlega bara að halda upp á það versta mögulega máta. Já. Þú, Yngvi, baðst nú að vera með 6 staka þætti fyrir hvert og eitt fyrirtæki en eftir að ég leti mér heyra og þjöppuðu þessu niður í... Þetta er ekki fyrirtæki. Nei, það stofnanir. Já. Ég leti þetta í mér heyra og við þjöppuðu þessu niður í 2 þáttaseríu þar sem við ætlum að taka þess 3 ríkisfyrirtæki fyrir stofnanir í hverjum þætti. Já, og við munum velta upp í sömu rannsóknarspurningunum eftir hvert og eitt. Já. Er þetta hlandpoki? Það er að segja, munum einhvern tíma geta rekið sér sjálft án fjárframlags. Og B, hver speni ársins? Hvert þessara mest háð fjárlögum? Einmitt. Og það kemur náttúrulega bara í ljós í loka þættinum, eða þættinum í næstu viku. Já, kannski svona til að segja að við elskum alltaf fólk sem að vinna á þessum stöðum. Já. Við viljum ekki dýlt. Nei. Við erum bara léttir hægri menn inn við beinið og okkur finnst að fjármunir ríkisins ætti að vera varið í... Já, þú ert svona kannski aðeins harðari á þessu, það svona kom fram í samræðum okkar fyrir hennar þátt, sko. Já, þú ert vinstri maður í Sauðagerðu, við komst að því. Sko, vinstri að hægri, þegar kemur að listum, þá ég svona, þú veist, þá ég alveg... Get ég verið með því. Já, þú vilt listamann á laun. Já, þú veist, ég sé margt, maður hefur séð margan pening, þú veist, maður hefur séð verið fjárfestingar heldur en í listafólki, sko. Já. En við skulum kannski bara koma inn á þær hittaumræður setna í þessu þætti eða í seríunni. Já, sko, eitt hérna annað. Já. Þetta tempo. Við erum að taka 3 fyrir í einu þætti. Já. Við ætlum að reyna að halda þessu undir klukkutíma, eða svona. Já, og þetta með frjálsrið aðferð. Já, við viljum ekki falla í sömu gildur og við gerðum í sveitarstjórnarkosningunum þar sem við vorum bara með 1,5 tíma. Það bara, sko, skulum halda þessu undir, svona kringum klukkutíma. Já. Það ætti að ganga. Það mikið af skemmtilegum upplýsingum sem koma þetta fram, þannig að ekki, sko, ekki loka okkur strax. Nei, keyrum á þetta.
Lín, lánasjóður íslenskra námsmanna. Já. Eins og það var. Nú búið að fegra þetta aðeins. Það búið að rýbranda það. Menntasjóður námsmanna. Já. Og kannski fyrsta spurning, námslánin, ertu þarna? Ertu eitthvað gýraður í gegnum þetta? Nei, ég slapp við námslánin algjörlega. Já. Og það var hluta til vegna þess að ég var í einn rekstri á meðan háskólanámi stóð einhvern tíma. Og svo vann maður mikið á sumrin og eyddi ekki miklu yfir veturnar. Það var nú bara nokkurn veginn þannig sko. Nú hugsar einhver, hann lifði á foreldurum sínum. Nei, það er ekki rétta svarið sko. Nei, þú varst þarna með 8. Já, meðal annars. Og svo bara, þú þekki mig, ég sparnitinn, ég borðaði brauð með egg í hádeginu og súrmjólk í eftirmiddeginu, þannig að það hefur lítið breyst einhvern veginn sko. Hvernig, ég átti nú eftir að spurja þig með, einhver aukatekjur myndin sem þú sendir daginn? Kom helvíti vel út. Hvað mynd? Fékkstu greitt fyrir það? Hvað mynd? Myndin í lok janúar sem þú settir. Hvað ert að bulla núna? Jésús Krist 29. janúar, þú varst þarna. Þú varst búin að vera, fékkstu greitt fyrir þessa mynd? Hvað ert að bulla þetta? Nú þarf ég að kötta út. Nei, þetta. Hvað ert að? Eru aukatekjur að þessu? Fyrst var að sónarmyndir, nú ertu að tala um einhver Það er enda reitt með það. Við verðum með pubquiz. Er eitthvað að þér? Við verðum með pubquiz. Þú varst ekki búin að taka eftir því. Það er hluta pólinu. Hún að segja að þau vilja að taka í sónarmyndasafni með. Jésús. Og sýnir. Aftur í þetta. Tvítóna það. Þetta er að sjálfsögðu karga þvæla hérna í boði Ingva. Þú ert ekki að fá greitt aukalega fyrir þessar myndir? Nei, þú veist, bara engar myndir neitt fyrir utan það er kannski sem settin á Instagram á hálfsásfresti. Sambarilega myndir og sendir á Sigurdögg. Herðu, já. Já, heyrðu, komið gott. Almáttur. Sko, ég ætlaði að segja, ég öfundaði á þessu svari. Ég með risastórt námslán. Já. Og þú náttúrulega fórst í Bandaríkjana? Já, 2 ár, það var mjög dýrt. Já. Hvað ætli önnin hafi kostað þar maður? 2 milljónir eða eitthvað? Það er galið. Svakalegt. En ég sé ekki eftir krónu þar. Það sem ég sé eftir er að hafa tekið námslán þegar ég var í HR, þegar ég kom heim. Já. Það er sko, þú veist, maður gerir mistök, maður sér ekki eftir því. Maður á að hafa lært af þessum mistökum. Og mín varnaðarorð til annara er reynið að vinna með þeir í háskóla sko. Þetta er ekki það erfitt. Og ég hugsa tilbaka, hvað var maður að gera 10 tíma á sólarhring sko? Ég var mikið bara að læra sko. Ekki, þetta er bara maður réttmætti tíma og svo var maður bara svalast á 7. Þannig fór ég gegnum háskóluna. Varst í viðskiptafræðinu náttúrulega? Já, easy peasy. Nei, ég ætla nú ekki að fara. Nei, bara þú veist, fyrir fólk sem er í skóla. Það var nú oft þannig að þegar ég var nú í verkfræðinu og lág þarna lengst fram eftir kvöldum, þá var viðskiptafræðin oft farin heim bara að spila FIFA. Já, en veistu hvað er besta leksan að þið hafa tekið námslán? Nei. Það er að hafa verðtryggt og ég er með verðtryggt. Það er eina verðtryggða láni sem ég er með. Já. Og það hefur kennt með þá leksi að ég mun aldrei aftur skulda verðtryggt. Ég mun aldrei taka lán. Ég nú talað gegn verðtryggingu mikið í föstudagskaffinu. Já. Og ég get verið sammálaðið þar að þú veist en það er spurning bara hvenær fólk er neitt út í það að taka verðtryggt lán. Oft er þetta ekkert spurning val heldur nauðsinn sko. Já, fyrir suma. En já, eins og sé, oft. Já, eða bara ekki taka á þau skuldir sem þú ræður ekki við. Já, svo er það. Já. En sko, ég er búinn að borga þessu námsláni núna síðan 2015. Já. Veistu hvað, það er búið að lækka mikið? Það er búið að lækka mínus einhverjar milljónir. Það er ekki búið að lækka neitt. Ég er að segja, þú veist, það er búið að hækka. Já, það er búið að hækka og það er mínusinu. Já, ég skil þig núna. En þú veist, þetta er bara svona, þetta er ein ódýrasta leksja í verðbólgu sem maður fær, en samt dýrasta. Vandamálið gagvart gamla Lín er að ég mun örugglega aldrei borga þetta lán að full tilbaka með hvernig þetta er að þróast. Nei, einmitt. Út af því að þú ert bara meðaltala að borga, hvað ætla þessi, 300-400 skall á ári. Já, ég þekki og höfustóllinn og verðbæturnar bara vaks og vaksa. Heyrðu, þetta er ekki þannig rant. Ég ætlaði að segja, snjöllustu menn sem ég veit sama tíma og ég var í HR, veist hvað þeir gerðu við námslánin? Já, fjárfestuðum. Já, hendi sér íbúð. Maður hefur nú heyrt að þeirri því triksi, sko. Nýtti þetta sem afborgun í íbúð. Þú náttúrulega byrjar ekki að borga þessi fyrir að útskrifast. Helviti góðum málum. Leigu tekjur á meðan þeir voru í HR, þá að vera að borga en fyrir að vera í námi. Er ekkert verið að sporta gegn þessu núna í dag, eða? Hvernig ætlar að gera það? Ég veit ekki. Það er bara lagt inn á þig framfærslu og svo bara þarfst að komast að hvernig þú ætlar að lifa. En sko, ef við fyrir með þetta, það er búið að gera breytingar á þessu kerfi.
sem var hérna 2020 gera það verkum sko að núna 30% niðurfærslu af höfuðstól farin 30% niðurfærslu af höfuðstól ef þú lýkur náminu innan tiltekins tíma þannig að allir sem að klára þetta 2020 allir sem klára námið á réttum tíma fá 30% afslátt í rauninni og það einhverjir staðgreiðslu afslættir og annað. Ekki bara 30% niðurfelling á höfuðstól eða það bara 30% afsláttur af? Nei, sko, í dag það komið í lög að það 30% afsláttur af höfuðstól. Já, höfuðstól. En fyrir einhvern veginn eins og mig sem á held ég því sem heitir G-lánum þá voru þú veist í bóði einhverjum staðgreiðslu afslættir og annað ef ég ætla bara að borga það upp. Svo hérna nýtt sko fólk með börn sem samt að taka 22 einingar, fær einhvern auka styrk. Allir undir 40 munu í dag hafa möguleika á 4 endurgreiðsluleiðum, semst verðtryggt og óverðtryggt tekjutengt. Sem held ég tekjutengingin það sem að verðtryggð tekjutenging það sem búið að vera bara síðastliðin 40 ára eða sem þetta byrjaði. Og svo búið jafngreiðslulán verðtryggð og óverðtryggð. Þannig að það örugglega svona nýr option eða bara þessi óverðtryggði kostur sko. Þú varst ekki að leika þennan leik. Jæja, förum í þennan ásetning. Árum við byrjum. Það eru 12 í stjórn. 12 í stjórn? Já, ég reynda með framkvæmdastjóra, sennilegast 11 þarna. Það vægast athyglisvert. Það alveg... 7 fleiri en í bæjarstjórn Seltjarnarness. Já, og ég eiginlega mestum tíma minnar uppbytunar að komast að því hérna, einhverja snittur á stjórnarfundum. Hvað húlum hægir á fundum og ég fekk þær upplýsingar. Hvað segirðu? Fyrir ekki 5 fleiri en í bæjarstjórn Seltjarnarness, það eru 7 held ég. Já. Afsakið þetta? Já, ekkert mál. Og ég fekk hérna, sko, þetta ekkert fyllir í dag, þetta ekkert húlumhæ og það engin lambalæri eins og þegar Gunnar Birgisson var stjórnarformaður. Þetta eru bara súkkulaðirúsinur og örbylgju hitta Lavazza. Þannig að það ekkert, þú veist, þetta ekki sama dýrð og ljómi og var yfir sig þegar Gunnar Birgis var. Nei. Blessi minning hans. Já. En, jæja, nóg að þvælinni. Hvað með djúsinn? Sko. Hvað mikið í stýringu þarna? Það slatti. Já. Vildur eitthvað giska? Var ég búinn að segja tölur? Já, varst eitthvað búinn að glugga því að mér hérna? Já, ok, sorry, ég skal bara vera fljótur. Vaxtatekjur hjá Lín eru 12,5 milljarðar á ári. Þar af verðbætur 11,3 milljarðar. Já, ok. Já, vaxtatekjur eru 1,1. Vá. Já. Jöfnvegis hlutfall það, 90% hlutfall bara verðbætur. Já, það bara, þannig á það að vera. Já. Blessi verðbólguna og verðtrygginguna og verðbæturnar. Og íslensku krónuna. Já, vaxtagjöldin eru þannig að vaxtagjöld, þetta eru þá væntanlega að þau eru örugglega á einhverju láni hjá ríkinu sem verðtryggt líka. Vaxtagjöldin þar 3,3 milljarðar og verðbætur 4. Þannig að þú veist, vaxtagjöld Lín eru 7 milljarðar, 7,4. Þannig að hreinar vaxtatekjur eru 5 milljarðar á ári. Lítur drullu vel út. Bara, hér eru bara með einhverja peninga vel. Þetta bara lítill banki. Já, þangað til. Við rýnum aðeins áfram. Þá kemur í ljós hérna önnur rekstrargjöld og inn í því eru laun og launatengt gjöld sem eru 400 milljónir. Annar rekstrarkostnaður 284. Svo styrkur vegna framfærslu barna, þetta nýtt, 764 milljónir. Já. Ef ég vissi ekki betur, þá myndi ég segja krakkar, eignist börn og fara svo í skóla því að það komin fínasti styrkur, framfærslustyrkur hérna. Það lítur ágætlega út. Já, en ég meina þetta nýr liður í rekstrarreikning, sko. Já, veistu, þetta var 0-2020, þér hluta nýju lögunum, orðið 764 milljónir. Svo er það afskriftir, þannig að þú veist, við erum með rekstrarkostnað upp á 1,6 milljarðar á ári, allt í góðu. Búm, svo dettur það inn. Framlag í afskriftarreikning útlána 6 milljarðar á ári sem gerir það verkum að önnur rekstrargjöld og bara rekstrarkostnaður menntasjóðsins komið upp í 7,6 milljarða og reiknaði nú 5 milljarðar mínus 7,6 gefur okkur það að rekstur án ríkisframlag neikvæður 2,5 milljarð. Ok. Þannig að hver kemur til bjargar? Bjarni og Sjelarnir. Framlag ríkissjóðs 7,1 milljarður og það gerir það verkum að tekja afgangur ársins verður jákvæður 4,6 milljarðar. Fín bókaldsbrella sem á sér stað þarna alveg í lokin. Þar sem við tökum pening og ég fer aðeins betur út í þetta framlag í afskriftarreikning útlána á eftir. Fékk smá aðstoð með það. Get ekki beðið. Nei, og ég ætla nú samt að segja sko
eins og með þetta núna, við erum að reyna að hlaupa yfir 3 reikninga í 3 kísuklórum. Við hefðum alveg getað að gefa okkur 1 þátt í hvert og 1. Þetta er sko... Já, klárlega. Ég meina þjóðkirkjan. Það hefði bara verið efni í heilan þátt, sko. Já, mögulega þetta bara uppbytun í það. Og rúf líka, sko, en við þurfum að hlaupa yfir þetta á hundafæði. Bara svona að... Í kísuklóri? Já, kísuklóri. Ekki tala hunda í þessu hlaðvarpi. Nei, ég fyrir ekki það. Já. Allavega, við rennum aðeins í efnahagsreikningin. Handbært fé, litli 17 miljardar, 296 milljónir. Og svo það í rauninni stærsti efnahagsliðurinn og það eru útlánin. Og við erum hérna, þarna dettum við aftur inn á sko... 17 miljardar? Já, þetta allt fjárhæðir í 1000 króna. 17 miljardar, handbært fé, þú sagði það. Sjóður og banka innistæður. Já, svakaleg pingja sko. Já, býtu, maður sjá, ég eitthvað að skýta á mig? Nei, ég held ekki. Ekki nema að ég sé farin að telja 1000 vitlaust. Því að hérna aðeins niðar þá kemur að ljósa að útlán, heildarútlán sjóðsins eru 193 miljardar. Hér enn og aftur vandast málið. Útlánin eru einhver hluta vegna skráð hérna á 252 miljardar. En svo dekkar inn þessi afskriftarreikningur útlána upp á 58 miljardar sem til frádráttar sem gerir það verkum að sko nettóstaðan 193 miljardar. Aðrar eignir eru svo upp á einhverja 646 milljónir, jöfnunarstyrkir, rekstrarfjármunir og aðrar kröfur. En þetta þá einhvers konar þessar afskriftir? Þetta einhvers konar bara default eða þú veist, eru menna default að? Já, ég kem inn á eftir. Ég meina aðeins út af því að sko, svo annað í þessu. Það sér skýringarliður fyrir hvern einasta flokk. Ef við tek útlánin, þessi 252 miljardar, þá eru námslán frá 2005, svo kallar G-lán, 195 miljardar. Það basically okkar kynslóð plus minus 10 ár, allir það ekki, sem búin að éta í sig menntun síðastliðin 17 ári eða svo. Að við erum að hólka okkur 195 miljardum í námslán á ekkert svakalega löngu tíma. 92 til 2005 þá var þetta 15 miljardar, þannig að 1982 til 92 15 miljardar. Það hefur orðið einhver sprengja hérna. Við erum að verða menntuð þjóð. Allt í góðu. Það bara allt tróðið í háskólanum landsins. Já, svo mentum aftur, sagði einhver. Kem ég aðeins aftur inn á afskriftarreikning. Hvað þessi 58 miljardar að flækjast fyrir okkur? Og hvernig tengjast þau þessum 5 miljardum sem sitja rekstrarreikningin í mínus? Skuldir, þau eru með langtíma lán hérna 86 miljardar, heildarskuldir 88, þetta verðtryggt lán að sjálfsögðu, væntanlega til Bjarna frænda. Og þá förum við hérna eins í þennan skemmtilega lið númer 15 og eins og ég segi, skilur þetta? Afskriftar, hefur séð þetta í rekstrarreikninga á þess? Mér grunar að þetta sé einhvers konar bara, þú veist, svona staðall fyrir það sem að gæti afskrifast eða eitthvað þannig sko. Þú veist, eins og þetta bara niðurfærsla á kröfum. Mér grunar að þetta gæti verið eitthvað þannig. Þú ert að mörguleiti ansi getsbakur þarna. Og sko, það kemur hérna fram, undanfarin ár hefur stuðst við reikni líkan frá Ríkisendurskoðun sem metur hve hár afskriftarreikningu þarf að vera á hverjum tíma. Á árinu 2020, sem ég var búin að nefna, voru sett ný lög námslán og tóku þau gildi sama ár. Við þetta þá einhvern veginn gerð áætlun og öllum gömlum lánum. Við þurfum að fá massíft aðhald eftir hennar þátt sko. Það bara engin spyrirtan. Já, ég hérna með heimildamann sem ég vil ekki nafngrina að sko í þessum nýju lögum þá sko 30% niðurfellingin færð þarna inn þegar bara gert ráð fyrir að það verði strax afskrifað og því að það styrkurinn. Og svo þetta víst súpa af öllum gömlu lánunum sett þarna saman og þessi afskriftagrundvöllur á ári áætlaður. Já, einmitt. Og þetta eru litli 5,8 miljardar 2021. Það var ekki 58, sagður það ekki? Nei, sko, afskriftarreikningur útlána í ársbyrjun. Já, bara 2021, 5, já, en svo það hérna, það sem að maður sko kemst að því enn og aftur að maður bara meðalgreindur eða þarfið. Að sko afskriftarreikningur útlána í ársbyrjun 53 miljardar. Endanlega töpuð útlána árun eru 971 miljón. Svo kemur almennt framlag í afskriftarreikning tekjufært 5,8 og þá hækkar afskriftarreikningur útlána í árslok upp í 58 miljardar. Þannig að á sama tíma að maður skilur afskrifti þannig að heildar afskriftarstofnin ætti í raun að vera að lækka eða ekki.
þá hann að hækka sem því nemur. Og getur ekki bara fengið einhver tryggingastarfræðing til að draga með að landi hérna? Við getum skoðað það. Ferði ekki bara í skuldahlutfallið á þessu? Ég ekki með það, sko. Nú, þú ert ekki með það? Nei, ég með hérna fjárframlag sem hlutfall af heildartekjum og ætlum við ekki að taka saman það bara saman í lok næsta þáttar, eða? Jó, getur kannski nefnt prósentuna hérna bara núna? Já, að sem sagt, Lín með 56% spenalhlutfall. Tæplega 57%. Já, þannig að, 56,88. Já. Og ég reyndar að sé það núna. Ég horfði bara fram hjá skjælinu, ég skal hendi þessu upp, sorry, meðan þú tekur þinn. Ég veit hvað þú ert að fara, ég að gleyma hérna alveg veigamiklum hlutum. Já, þetta allavega þau svona reyða nokkuð mikið á ríkið að þér veriðist. 57% af tekjum eru fjárframlög. Já, til að allavega, þó þetta ekki að hæsta og langt í frá, þó ég segi sjálf frá, en við býðum að sjálfsögðu spennt eftir því. Sko, ef við mælum spena ríkisins í 10 spenum, þá má segja að Tryggvi Másson og fleiri í stjórn Lín liggi á 5,6 spenum af 10. Skulum segja það. Herðu, á ég þá að dempa mér yfir í RÚV? Já. Hendum sjátt á Tryggva bæði við, glemt að segja, hann svona eini sem maður þekkir hann í stjórninni. Já, klálega. En hann neitaði að tjá sig lambalæri sem ég var búin að heyra af. Já. Hann var ekki komin inn þá. Nei. Herðu, RÚV, það umdeild, ég held að það sé hægt að segja, umdeild stofnun. Kannski önnur umdeild, Lín hefur nú náttúrulega verið á milli tannan á fólki líka. En umdeild stofnun, það kannski stafar þá helst að því að við sem þegnar þessa samfélags greiðum 20.200 krónur á ári samkvæmt fjárlögum 2023. Já, en býtu nú við. Já. Hvað kemur þú að rekstri marga mismöndi félaga? Þú greiðir þetta inn í öllum EHF-um. Hvað segir þau? Já. Þú ert að borga meir en 20 skall. Þú ert margskattaður með 2 félög, Þannig að ég í rauninni borga þetta þrefalt. Já. Þannig að þetta mjög góður punktur. Já, þetta ég að fara að borga 60.600 krónur. Já, á ári. Fyrir, horfur mikið á RÚV? Fyrir aðganga ríkisútvarpinu. Já. Þú veist, ég horfi mikið, ég horfi náttúrulega ekki sérstaklega kannski mikið á sjónvarp, en það kemur auðvitað fyrir. Carmen-rúllurnar og svona. Hvað er það? Það bara þáttasýri, var það ekki þín uppáhalds? Nei, ég hef heyrt þetta. Varst þú að segja mig frá þessum daginn? Nei, örugglega ekki. Eina sem ég hef hort á RÚV undanfarinn, örugglega 20 ár, sem maður eftir klán. Já, góð punkti líka. Ég horfði allan ekki á jóladagatalið. Nei. Svo að það komið fram. Og ég ekki tilbúin til að borga þá fjárhæð sem ég borga til þess að horfa á klán, þannig. Klám? Já. Ok. Já. Herru, hérna, sko, eins og ég segi, við erum að borga þennan pening og það hefur verið umdeilt, en svo hefur ekki síður verið umdeilt það, sko, að RÚV hangir inn á auglýsingamarkaði. Nú, viðvera þeirra þar hefur auðvitað verið stórlega umdeilt, sér í lagi vegna þess að það er náttúrulega verið að moka í þessum fjárlögum. Já. Framlögum, bara þessum ríkisframlögum, en samkvæmt samantekt Hagstofunnar fyrir árið 2021 þá voru þau að sanga að sér 50% auglýsingatekna á sjónvarpsmarkaði og 39% í útvarpi eða hljóðvarpi eins og það er skilgreint. Og sko, samkvæmt mínum útreikningum eru þau með 16,2% hlutdeild af öllum innlendum auglýsingatekjum árið 2021. Já, hugsaði. Og þetta finnst mér fullkomlega galið. Ég bara verð að segja það. Hvernig líður þau líka að þú ert að borga tæpan 60 skall á ári fyrir að þau séu í samkeppni við? Þau eru náttúrulega með hlaðvörp líka. Já, ég er að segja það. Ég er að borga hérna undir samkeppnisgrundvöll, skilurðu. Já. Og sko, ok, ég er kannski svona báðum áttum með að reka ríkismiðil sem slíkan, sko. Þú veist, því að nú tölum við listir og annað, skilurðu. Þú veist, ég er alveg ágætlega hlynntur því að einhverju leyti, en ef að það á að ganga upp, þá er ég bara á þeirri skoðun að auglýsingamarkaður á að fjúka út. Nú, hvað sé því líður, þá skulum við bara demba okkur í ársreiningi sjálfan. Ég ætla að hafa RÚV hérna í boði Landsbankans. Ég er ekki viss að Hjalti sér sáttum með það. Jú. Hann er að fara að ringja alveg brjálaður. Það er önnur ríkisstofnun og þau eru að sjálfsögðu með gömlu góðu póstlistana. Já, það er þetta rétt. Nú kom vikubyrjunin út í gær.
bara fersk út úr ekki prentvilni, út úr mailinu og það náttúrulega hægt að sjá bara allt sem á döfinni í komandi viku. Já. Og sömuleiðis Hagsjáin. Erfið síðasta vika. Helvíti erfið síðasta vika. Já. Þurfum ekkert að ræða það neitt frekar. Tóku það fyrir í föstudagskaffinu. Já. En svo það Hagsjáin auðvitað líka, sem stórkostlegur svona, ég myndi segja, þetta svona þekkingar, þarna, ef þú nælaðir þekkingu, þá ferði Hagsjána. Ja, klárt. Og þar verið að útskýra svona tiltölulega flókin hugtök oft og áhugaverð á skemmtilegan og einfaldan máta. Þannig að við hvetjum ykkur til að kíkja inn á landsbanki.is/póstlistar í kvelli. Herði, já, skulum fara í ársreikninginn og byrjum á rekstrarreikningnum fyrir 2021. En ég mun svo glugga í efnahag félagsins eins og hann stóð eftir hálfsársuppgjörið 2022. Þannig að mér finnst betra að taka hérna reksturinn fyrir heilt rekstrarár 2021. Og við skulum byrja á tekjunum. Það eru 7,1 milljarður króna. Og það undir sjáum við sjálfsögðu ríkisframlögin sem eru tæpir 4,7 milljarðar króna. Hugsaðu þér maður. Svo eru það auglýsingatekjurnar sem telja 2026 milljónir króna. Svo 2,026 milljarði. Samkvæmt gögnum Hagstofu voru hérna innlendar auglýsingatekjur 12,5 milljarður bara heilt yfir. Og þessi útreikningum áðan hérna 16,2% byggist á þeim tölum. Nú, restin af tekjunum nú ekki skilgreindar en það kemur fram að leigutekjur RÚV séu einhverjar en því miður sé ég ekki nákvæmlega upphæð þar. En tekjur samtals 7,1 milljarður og ríkisframlög að telja hérna tæplega 2/3 af því 66%. Svo það laun og tengd gjöld. Það 3 milljarðar og að því fara 2,4 milljarðar í hreinlaun sem gerir 988.000 krónur í laun á mánuði per starfsmann að meðaltali. Hjá RÚV? Hjá RÚV. Það nú talsveit þarra en ég átti von á. Menn að sleikja miljónuna þarna? Já, það eru þarna samkvæmt ársreikningi 2021 starfa 252. Árið 252 stöðugildi. Þannig að, já, talsvert hærri en ég átti von á, það verður að segjast. Heildargjöld 6,8 milljarðar, það skilur okkur eftir með EBITu í 712 milljónum. Svo eru fjármagnsgjöldin hjá þeim, þau nú einhver, það að segja vaxtagjöld og verðbætur, það 330 milljónir, en þau eru með hérna langtímaskuldir skráðar í loka árs upp á 3,5 milljarð. Langstæðstu partur af því eru verðtryggðarskuldir og það var ekkert endurfjármagnað, sko, samkvæmt allavega hálfsárs uppgjöri þeirra hérna árið 2022, en þá eru verðtryggðu skuldirnar búin að hækka 150 milljónir á þessu hálfu ári. Svona smá útúrdúr frá rekstrarreikningnum, en skulum klára hann hérna. Það bara smá fókustakk, ekki fleiri útúrdúra. Það eiginlega bara afkomin eftir hérna og hún er jákvæð. Ótrúlega þess að 45 milljónir króna takk fyrir, sem nú ekki hátt hlutfall. En þau hafa síðastliðin ár verið að skila jákvæðri afkomu fyrir utan 2020, alræmda COVID-ár. Þá voru það tap 210 milljónir króna, en það lítur allan út fyrir að reksturinn hjá þeim sé búin að vera að halda sér svona réttum megin við nullið síðustu ár. Þannig að við skulum bara skunda yfir í efnahagsreikninginn og við tökum hann fyrir eins og hann stóð mitt ár hérna 2022 og þar sjáum við eignir upp á rúma 8,9 milljarðar tæpa og þar eru fastafjármunir meiri hlutin 6,7 milljarðar á meðan að veltufjármunir standa hérna í rúmum 2,2 milljörðum. Af fastafjármunum eru rekstrarfjármunir stærstur partur 4,8 milljarðar. Þar undir auðvitað efstaleiti sjálft stærst, efstaleiti 1 bara fasteignin sem allir kannast við. Flott nýja hverfið þarna við hliðina á Hveitileitið. Sammála því. Hefur gert það? Já, Hveitileitið, ég veit ekki. Það allt í svona korni þarna á... Skoðaði íbúð þarna og allt og lítil. Já, það hefur ekki séð þökin, það allt í svona stráum og korni. Já, einmitt. Ég hef heyrt að Benedikt Sigurðsson og Helga,
Þau eru að stofna hveiti, þau ætla að vera með litla millu þarna og mala hveiti næsta sumar. Skemmtilegt, þannig hann sko eignin hérna efstaliti 1, hún bókfærð á 3,3 milljarða. Fasteignamatið hérna í lok árs 2021 var 5,2 milljarðar. En svo hérna undir fastafjármunum líka önnur skemmtileg stærð sýningaréttur. Hann gjaldfærður þegar sýninga aðkeyptu efni hefst, en á árinu 2021 var keypt efni fyrir 1,5 milljarð. Því miður engin frekari sundurliðun á því, en þetta var gaman að vita hvað þau að greiða fyrir sýningaréttin á hinn og þessu eins og Carmen Rúlunum. Hvað ætli klón? Já, ég að segja, Carmen Rúlur eða klón eða hvað sem það sko. Það var gaman að vita það, en því miður þá komumst við ekki að því, en það var gaman að ef einhver frá RÚV gæti sendt okkur þessar innherja upplýsingar. Getur þú séð hvað að afskrifa sýningaréttin? Nei, ég var að segja sko þau gjaldfæran sem sagt yfir bara á rekstrarreikning gerir ráð fyrir. Þannig að hann ekki afskrifaður þannig sko. Nei, maður búin að vera hér svona slúður. Hinn og þessi séu svolítið grimmir í að afskrifa. Já, sýningarétti? Já, ég bara sé ekki annað en að hann sé bara hreinlega gjaldfærður en ekki afskrifaður sko, Hann veit sem veit. Já, ok. Herðu, skulum aðeins bara veltufjármunir, þar einnig líka að finna sýningarétt sem að stærsta stærðin þar, bókfærarúman 1,5 milljarð, handbært fé fyrir 286 milljónir, það stóð ekki í nema 13 milljónum í lok árs 2021. Þannig að, þú veist, stóð tæft þar, en samtals veltufjármunir 2,2 milljarðar og heildareignir því 8,9. Þá skulum við kíkja aðeins á hvernig þessar eignir eru fjármagnaðar hjá þeim og það ýmist með skuldum til langs eða skamstíma, en auðvitað leynist eitthvað eigið fyrir hérna. Sko, eiginfjárhlutfallið þó ekki nema rétt 20%, eða sko 20,8%, þannig að þau eru dálítið skuldsett og það hefur eiginlega bara verið að versna ár frá ári, allavega frá 2018. Þar var skuldahlutfallið í kringum 72%. Þannig að á meðan að reksturinn hefur verið að batna, þá hefur skuldsetningur verið að aukast svolítið. Langtímaskuldirnar eru 4,9 milljarðar og eins og ég tók fram áðan þá voru langtímaskuldirnar sem sagt já, eða bara í rauninni, langtímaskuldir sem slíkar standa í 4,9 en svo bara undirliður undir því sem heitir líka langtímaskuldir og það voru 3,5 milljarðar í lok árs 2021 en eru komnar upp í 3 milljarða og 630 milljónir mitt ár 2022. Þetta Bjarni eða Binni sem að gera þetta? Já, þú veist, þetta bara flokka sér langtíma lán og þetta náttúrulega hjá Bjarna þá? Nei, Bjarni og Sjalarnir, eru þeir á baku þetta? Eða Binni í bankunum? Það náttúrulega stendur ekki, mér sýnist Landsbankinn vera á baku þetta án þess að henda þið fram í hálfkæringi en það, eins og ég sé, hér er náttúrulega lánin að hækka og það er náttúrulega bara verið verðtryggingunni að kenna að mestu leyti. Þetta eru 150 milljónir sem þetta að hækka á milli ára verður við lánin. Hvað skamtímaskuldina var þá fátum fína drætti þar, tæpir 2,2 milljarðar og hver stærð einhvern veginn ómerkilegra en svo næsta. Það auðvitað verið að kíkja á veltufjár hlutfallið og það stendur í 1,04 mitt ár 2022. Nú? Ég bara tek hatt mig nú fyrir hönd prófnefndar viðurkenndra bókara, þetta ánægilegt að sjá þetta. En eins og ég segi þá auðvitað skuldsett 80% skuldahlutfall og það mun líklega ekki batna á þessu ári í ljósi þessara lánakjara sem þau liggja á og sömuleiðis hagnaðurinn náttúrulega hjá þeim alveg hverfandi sko. Þannig að ég svo sem veit ekki alveg hvar framtíðin liggur hjá þessari stofnun en það sko bara þau ekki beint í stöðu til að vera að samna skuldum en það þó verið að taka það fram að framlög ríkisins til RÚV hafa aukist gríðarlega frá þessu rekstrarári 2021 en núna 2023 samkvæmt fylgiskjölum fjárlaga á að dæla 5,7 milljörðum í RÚV. Það miljard króna hækkun á milli 2 ára, 20% hækkun sem svakalegt sko. Það dýrt að reka hlaðvarp, þú veist það. Já, þetta alltaf að fara í hlaðvarpin sko. Já.
En eins og ég segi, þetta eru hérna einhverja verðtryggðar skuldir og sem náttúrulega ekki sérstaklega físilegt á þessum tímapunkti og svona stærsti þátturinn í því að skuldir að aukast. Þannig að hérna, en eins og ég segi, RÚV, svona eftir þessi yfirferð, hvar stendur þetta? Ég meina, þetta ekki mikill hagnaður sem við erum að sjá. Nei. En við erum að sjá aukin ríkisframlög, þannig að ríkið mun alltaf auðvitað sjá til þess að þessi stofnun haldist standist standi styrkum stóðum, sko. Já, þú vilt það? Nei, ríkið mun bara sjá til þess. Ég meina, þetta er svona dálítið blendnar tilfinningar í garð-RÚV, sko. Já. Því að hérna, eins og ég segi, mér finnst alveg absúrt pæling að þau sé á auglýsingamarkaði. Á sama tíma og þau fá framlögin, sko. Já. En hérna, ég er svona báðum áttum með bara að eiga ríkismiðil yfir höfuð. Já, ég vil ekki sjá það. Nei, þú vilt ekki sjá það, en ég er hérna, ég er ekki alveg á sama málu þú þar. Nei. En allavega, ég hef lokið þá yfirferð minni hérna á RÚV. En upp á hvað viltu eiga ríkismiðil? Hvað segirðu? Af hverju viltu? Ég man hérna, það hefur alltaf verið talað um þetta almanna hlutverk sem að tengist, þú veist, eins og eru eldgos og annað að hérna, allir á landinu fá að vita að Ríkisútvarpið verður alltaf fyrst mætt á staðinn og bjargi okkur. Ég veit nú ekki betur en ég var staddur á Seyðisfirði síðast þegar það var eldgos og það var ekki talað um það á RÚV bara einhverja 2-3 tíma eftir að kemur upp en það var komið strax á netmiðla. Bæði MBL og Vísir voru undan að segja frá því. Hvað þau að fá mikið pening frá ríkinu? Já, minna, við fórum nú yfir þetta í förstaskaffinu. Já, ég skildi ekki En hver voru þín rök fyrir að halda þú veist, af hverju Nei, ég bara, svo sem er ekki komin hingað til að ræða pólitík þannig, sko En þú droppaði því samt? Já, sko, eins og ég segi, bara listsköpun í raun, sko Þú veist, þó að RÚV er náttúrulega ekki bara endilega fréttamiðill, sko Það er náttúrulega Nei, en þú veist, þá hafa eitthvað skilgreint hlutverk þess vegna er það að fá hana pening. En eins og ég segi, þú veist, þetta er kannski bara svona grunninnviður í þjóðfélagi og ég get alveg sem virkar samt seinna heldur en netmiðlarnir. Getur alltaf tekið þennan pól líka, sko, en þú veist, ég er ekki að verja RÚV hérna. Ég er að segja bara svona, ég veit ekki alveg hvar ég ligg á þessari skoðun, sko. Já, ég er bara að spyrja, þú veist, hvað það er sem á sérð við að af hverju ættum að vera lausa peningi í þetta. Það er þá að mestu bara efnisköpun, skilurðu, nei, bara þáttaraðir og annað, skilur bara, þetta er sem að RÚV er að gera já, til dæmis, sko eins og bara það hafa verið íslenska þáttaraðir, þú veist, þetta er bara fræðsluefni og annað, skilur en þú veist, auðvitað það hægt líka hjá einkareknum aðilum, en að hérna þú veist allt er góð, þetta eru flott rök, ég tek þau gilt þetta er ekkert rök fyrir að þetta eigi að standa, en að hluta til þá finnst mér þetta geta verið, þú veist, sent mikilvægur hlutverki. Svo fer náttúrulega eftir hvernig þessu er ráðstafað, sem að ég bara þekki ekki alveg að, við sáum það allan á 1,5 milljarðar sem fóru í sýningarétti. Já, var það innlent, erlent efni? Það er væntanlega að blanda, en svo náttúrulega framleiðir RÚV þetta eitthvað, þú veist, meðframleiðandi af hinn og þessu, sko. Já. Áramótasköpið, viltu ekki halda því inni? Sköpið? Er það ekki bara ágætt? Sköpið var gott. Verbúðin var góð síðast ár, en það er náttúrulega... Já, með framleiðendur væntanlega, að þú veist. Hvað heitaði? Vestuport sem sjáum það? Það hefur nú getað komið því í sýningu hvað sem er sennilega. Já. Og svo náttúrulega ófærðu á þetta, ég meina, þú veist, gefur þetta ekki alltaf af sér tilbaka líka, sund á þessu? Ég veit ekki. En herru, ég tekið það saman. Þú hefur 17 mínútur til að klára næsta fyrirtæki. Já, er einhver ennþá að hlusta? Já, það er allir að hlusta. Halló. Það er allir að hlusta. Kannski aðeins ára við höldum lengra. Ég má ekki sitja þess að mynda þær inn í Tibet og Bingjan, Hættu þessu rugli, maður. Þess að 29. janúar, hérna, sé ég þetta flennistykki. Ertu ekki með þetta? Arnaldur Ólafsson. Heyrðu, þá er komið að hvort vildur þú taka hörpuna eða hérna, ekki að taka hörpuna. Já, þú ræður Þjóðleikhúsið. Þú ræður þessu? Ég er ekki vissum að sko, mitt eigið óbreiða bak, þóli það Taktu hörpu. Að vera á móti því að við séum með niðurgreiðslu á Ríkisútvarpi. Við fórum með lánasjóðinn sem er svo sem stendur ágætlega. Nei, ég veit nú ekki með það, ég veit það.
og svo Harpa og þjóðleikhúsi næst sko. Þegar við fáum listamenn á okkur þá þetta endalega búið sko. Þetta svona, já þannig að við skulum bíða með það við erum nú þegar í hættu á að vera bara teknir að lífi hérna í maskínunni verðum við ekki einhvers staðar bara hérna á horninu og eitthvað svona við auglýstum okkur einhvern tímann gáum út að við yrðum á horninu hérna á Hlíðarsmára þegar hérna gólklúbbur Reykjavíkur þeir voru að fara að drepa okkur við verðum stjaksettir núna ég veit ekki, þetta er erfiðu þáttur heyrðu, förum í hörpuna sko, þegar þú hugsaður hörpuna, hvað hugsaðu? Ég hugsa Payday já, ok það helvits mókum við Bjössa minni Payday nei, ég segi svona nei, ég djúðlan að hressi síðustu viku maður gaman að hitta hann já Þú fannst það, hann fór út að borða með okkur og finnur hann þegar hann segir hvað Payday að fara að gera, þú svitnar bara það hefur engin hugbúnaður á Íslandi Ísland er ekki til svakalega svona stuttum tíma Ísland er bara andlega ekki tilbúið í þetta nei, ég held ekki það sem er að fara að gerast Payday að sjálfsögðu, þetta er upplifun í hverju reikning og ég held að dagurinn í dag sé best til þess fallin að senda byrja strax hvort sem þú ert einyrki, lítið fyrirtæki, stórt sveitafélög, þau geta að nota þetta bara hver sem byrja mjög minimalist, senda reikninga kröfustofnun, ekki gleyma kröfustofnunni ekki spurning þeir geta vinkassa og endanum þeir sjá innheimtuna ef eitthvað fyrir í skít Þið veitir ekki á hverju þeir að missa ef þeir eru ekki í Payday þetta er bara einfaldara leið til að færa bókald segja það hreint út og mælum með að þið kíkja á það hvað minnir mig á hörpur svona bara ángríns ég veit ekki, ætli það sé ekki bara þetta gler sem þurft að skipta út þarna eftir uppsendingu já, þetta áeiginlega skilið sér það er hægt að tala í hálftímum farir eða svo mikið sko þetta er náttúrulega flott húsamt enga síður, auðvitað þetta er bara ákveðið svona musteri menninga á landi þetta er hluti af túristarúndinu mínum alltaf þegar ég fæ útlendingi heimsók byrja í hörpunni labba í ráðhúsið að sýna þeim Íslandskortið stórkostlegasta Íslandskort sögu Íslands það er fallegt kort skottast aftur í bílinn fer upp í Perlu þetta er túristarúndurinn minn skemmtilegt hann hefur aldrei svikið ekki langur hringur nei, þetta er svona 1,5 skemmtilegt því að þú ert þarna skottast í umferðinni sko, eigandi fasteignarinnar Hörpu tónlistar- og ráðstefnuhús Austurbakki 2 framkvæmdi við byggingu hússins hófust á árinu 2007 en voru stöðvaðar í október 2008 vegna erfiðar fjárhagsstöðu eiganda hvernig getur maður glemt að eignarhaldsfélaginu Portus EHF sem hafði tekið að sér um hönnun, byggingu og rekstur ætlum við að taka það fyrir gjaldþrotaspecialnum við gætum gert það það sem ég er með opið núna er 24 blaðsina úrskurður yfirskatt fasteignamannsnefndar frá 31. ágúst 2017 Það þá ekki að lesa það yfir hér eða? Nei, en saga þessa félags frá byrjun er búin að vera brottgeng Já, þú veist, það byrjaði allavega ekki vel Nei Svo náttúrulega opnaði þeir ekki 2011 Gott ef ekki Jú Held það, minni það Já Og var þarna Sko, fyrir að fyrsta, ég þarf aðeins að passa með Ingibjörg vinkona mín sé ég stjórnarformaður þarna Svo er ég nú gamall sinfoníu hundur svo ég vil alls ekki láta loka á mig Nei Þannig að en maður spyr sig aðeins sko á ég að fara beint í þetta Já, bara veist, þetta er í eigu Íslenska ríkisins og Reykjavíkurborgar Já, þetta er eina stofnunin svo orðið komið sem er ekki að fullu ríkisins eða ekki, sem við erum að taka Sem við erum að taka fyrir? Já. Jú, gott ef ekki. Þjóðleikhúsið er Íslenska ríkið. Þjóðkirkjan, RÚV. Já. Lín. Já, þetta er allt í ríkisins. Borgin blandast enninn. Heyrðu, vindum okkur í þetta. Rekstrartekjur. Tekjur af starfsemi eru 738 milljónir króna 2021. Já. Milljónir eða ekki? Jú, hér eru við milljónum. Mér heyrðist að segja milljarðar. Billjónir. Já. Billjónum. Það var örglega í upphaflegu viðskiptaáætluninni 2007. Þá var verið að reikna þetta allt í milljörðum sko. En við erum að sleikja 1,5 miljard í heildartekjur. Já, 738 af starfseminni. Rekstrarframlag frá eigendum er fastar 450 milljónir á ári frá Íslenska ríkinu og Reykjavíkurborg. Þökkum okkur fyrir það, skattgreiðendur. Og svo viðbóta rekstrarframlag frá eigendum sem er 334 milljónir 2021. Hitt var ekki nóg. Nei, erum við með hérna einhvern klappkall fyrir okkur skattgreiðendur sem að þetta er landsbyggðin að hlæja að Hörpu. Já,
Skattgreiðendur saminist, við klöppum fyrir okkur. Við erum að setja tæpar 700 milljónur á ári í tekjur hörpunar til að halda þessu floti. Þetta er 1,5 milljarður í tekjur. Já. Rekstrargjöld. Og hér vandast málið, húsnæðiskostnaður á þessu fallega ferlíki okkar. 576 milljónur á ári. Já. Og bara rétt fyrir þátt. Það sæmilegt viðhald. Já, rétt fyrir þátt, þá fór ég að hugsa djöfull, af hverju erum við ekki með sérþátt? Þú veist, mér langar bara að spá í þessu sem fasteignafélag. Já. Bara taka heildarfermetrana. Já, bara bera þetta saman við, já, bara bera þetta saman. Já, ok, það er vangöld sem kom inn á eftir. 576 milljónir húsnæðiskostnaðurinn, semst þriðjungur af tekjum. Já. Laun og launatengt gjöld 483 milljónir. Þetta eru, út af því ég fyllt út skjalið þitt, ég vissi að hún myndi gelta á mig, svo fær ekki. Voff, segir hann. 483 milljónir í 117 ársverkum. Já. En þau taka fram, þetta eru bara 35 stöðugildi. Já. Það segir okkur að með við 117... Já, en samt ársverkin er náttúrulega það sem þú ættir að vera að taka. 117? Já, stöðugildin eru þá, þú veist, það er kannski 3 í einu stöðugildi eða hvernig sem það er. Er ekki öfugt? Nei, ég var allan alltaf... Ok, skiptir ekki máli, ég er með báða tölur til að svala þorstaðinum í hægri og vinstri vasa. Launamánuði 344 krónur. Já, það er þá með að við 117 og með að við 35 þá er þetta 1,1 miljón. Þannig að... Veist það líklegra? Ég fór á fund fyrir 2 árum með ungun dreng sem ætla að stofna podcast og hann var litið tæknimaður hjá hörpunni. Hann talaði ekki fallega til hörpunar. Hann sagði að þetta væri mesta svínari sem hann hefði nokkuð tímann upplifað í að fá greita reikninga, kaup og annað. Þannig að eins og sér, ég meina það er örugglega helviti mikið af verktökum hann í kring sem að eru greinilega að berjast í bökkum. Allavega eins og hann talaði, sko, að það væri bara erfitt að fá hendum hérna, það má einhver svo sem þetta er óvarfæri að mér að fara með þetta í loftið en þetta er bara að ég heyrði, þetta var ósáttur lítill tæknistrákur hvertaði. Heyrðu, höldum að þess áfram. Rekstra hagnaður hörpunar 121 miljón. Frábær árangur. Klömmum aftur. Við erum að fá skattpenningan tilbaka. Afskriftir upp á 336 milljónir. Þaraf er rekstrartap fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld, svo kallað EBIT, neikvætt 215 milljónir 2021. Það er þó mun betra heldur en í COVID-árinu 2020. Þegar að það var neikvætt 253 milljónir. Nú tap fyrir skatta 203 milljónir og tap ársins 163 milljónir. Já, þannig að það er náttúrulega ekkert að fyrir þetta. Ekkert að skila sér tilbaka. Nei. Og ef við förum aðeins núna hérna aftur í þetta, bara pælingar. Sorry, ég er aðeins hérna sko, þetta er allt í steik sko. En sko eitt sinna, ok, sorry, ég fer bara í efnahagsreikningin. Já, ekkert stress. Jossi Peita er ennþá með okkur allavega. Hefur ekki nema 7 mínútur. Já, þótt að restin sé dottin út. Sko, eignir, fastafjármunir, hugbúnaður 11 milljónir, fasteignir og lóðir eru bókfærðar þarna á 9 milljarða. Innréttingar, áhöld og tæki 2,3. Þannig að það er búið að afskrifa þetta alveg hrottalega. Þú hefði nú kannski mátt kíkja á stoppverðið fyrir okkur. Þetta er bara ein fasteign, bara Harpan sjálf, eða ekki? Jú, en sko, svo vandast málið og enn og aftur, ég sko, fyrir í þessum þætti, maður kemur alltaf inn, ég er yfir meðalgreind, svo byrjar maður að tala og maður er við meðalgreind og núna er ég á reikningum með 2, það sem ég er langt undir meðalgreind. Að sko, fasteignir og lóðir, 9 milljarðar og það er engin frekari skýring þar. Ok, það er vantilega búið að færa það niður. En svo eru þau með eitthvað sem heitir fjáreignir undir fastafjármunum. Sem er eignarhlutur í dótturfélögum upp á 95 milljónir. Þaraf er þarna bílastæða dæmiðra. Já, er ekki matsölustæður líka? Eiga við ekki eitthvað í honum? Ég sá það ekki. Ég heldur sér að leigja það bara út. Okay. Kólabrautin eða eitthvað. Það er allt búið að fara í sig. En þarna eru við með undir fjárregnum langtíma fjárregn sem er bókfærð á 20,2 milljarða. Sem gerir það verkum að fastafjármunir hörpunar rekstrarreikningsins eru 31 milljarður. Já.
það sem ég skil ekki almennilega efnislega eignir, fasteignar og lóðir, af hverju það bara 9 milljarðar og án skýringa þegar að fjáreignin langtíma fjáreign upp á 20 milljarða og fasta fjármunir 31. Veltu fjármunir eru 1,7 þannig heildareignir eru 33 milljarðar. Þetta eru stóra tölur. Þetta Big Boys Club. Já, það í svona þáttum sem við förum undir. Skuldir, langtíma skuldir við tengda aðila eru 19 milljarðar af 22 milljarða heildarskuldum. Þannig að hér höfum við það sko svart á hvítu að ríkið fer að staði þessa vegferð, það allt í hakki. Eða það þannig að þetta var enga framtak fyrst og svo steig ríkið inn, þekkir það? Ég þekki það ekki, nei, en ég held að þetta hafi verið á vegum ríkisins og borgarinnar frá byrjun, sko. Það má eiginlega segja að í draumaheimi ætti Harpan ekki að vera á spena og geta rekið sér sjálf. Sammála því? Já, ég meina algjörlega, þú veist, sem rekstrar aðili, en þú veist, það eru þetta dýrt að byggja þetta og í upphafi kostaði það náttúrulega einhverja 20 milljarða eins og hugmyndir hlýtur samt að hafa verið svo en staðan að þau skulda meira í dag heldur en virði eignarinnar, eða þú veist, bókfært virðinnar. Já, basically. Já, þú veist, með þess að þú ert að segja, en það var nú eflust að koma sér ágætt sverð ef að hver ætti að kaupa þetta svo sem? Bara, þú veist, at the end of the day, at the end of the year, þetta eitthvað risastór landbóki. Það gengur ekkert að venja hörpuna af bleiðum. Ja, þetta er svona, þetta eru, hvað það er, 700 og eitthvað milljónir í tekjur. Þar af ríkisframlög, þú veist. Aðra 700. Þetta er ekki... Sko, næsta árs afborganir langtímaskulda við fjármálastofnunir eru 20 milljónir, næsta árs afborganir langtímaskulda við tengdaðala eru 543 milljónir. Það er sko láni við þau sjálf sem þau eru síðan sjálf að leggja inn á til þess að borga niður. Óuppgert vegna viðburða 346 milljónir, svo viðskiptaskuldir 378. Maður fer aðeins að velta fyrir sér hérna, sko, maður bara, þú veist, sko, hérna, tökum bara úr skýringunum, tökum bara aðeins úr skýringunum. Þau eru að græða, stóð hérna, 1259 milljónir á ári, 1200, þú veist, þetta er 1,2 milljarður á ári í vexti og verðbætur af 20 milljarðar langtímaskuld við ríkið, sem er á gjalda 2046. Arnar. Næstu 23 ár þá ætlum við að lifa með því að ríkið og borgin er að fara að borga með þessu projekti nema eitthvað fari bara að breytast sko. Þannig að þú veist áætlið heildagreiðsla lánsins með vöxtum og verðbótum með 1259 milljónir á árinu 2022. Þetta er allt verðtryggt. Hvað heldur þetta verði 2023? Bara þú er ekki að spá fyrir það. Og þetta var held ég sko áætlið heildagreiðsla. Verðbólgan var miklu meiri heldur en menn voru að búast við 2022. En svo er þetta bara í grunninn. Sko, það er eitt góð metrik hérna sem er hjá mörgum félögum í Kauphöllinni og víðar sem eru að standa í rekstri. Það er NIBD to EBITDA, Net Interest Bearing Debt to EBITDA. Og þá ertu í rauninni að áætla hvað EBITDA-inn, rekstrar afgangurinn að hagnaðurinn. Fyrir afskipti, fjármagnsliðin og allt þetta. Getur coverað skuldbindingarnar af vöxtum. Af vaxtaberandi lánum. Getur þú aðeins sé fyrir þér hérna, þú ert með 121 miljón í EBITDA á ári, en vaxtagjöld og verðbætur eru 1,2 milljarður. Það er starffræðidæmi sem gengur ekki upp. Þú veist, ég er ansið hræddur. Þú færð aðeins í ljóta tölu. Og þú veist, þetta segir okkur bara, það er ekkert. Þú getur líka bara skoða veltufjár og rekstri. Og hérna... Já, þetta er bara í þvælu, sko. Sko, eitt hérna annað, pínu komist með þetta. Þetta er greinilega bara, þetta er vandræðabarn, búið að vera lengi. Já. Þetta er í eigu ríkis og borgar. Það má eiginlega segja að lifa á fjárframlögum til að halda þessu uppi. Það gerist síðan hérna að þú veist, þessi úrskurður sem ég var að lesa á hann, yfirskatta fasteigna matsnefnda, þau lenda í útistöðum við þjóðskrá það hvernig fasteignagjöldin eru reiknuð. Þjóðskrá vill meina að séu út frá einhverju ákveðnu fasteignamati og Harpan öðru. Hvað gerist? Þau eru basically að kæra sjálfa sig. Þetta er, mér finnst þetta alltaf fárálegt. Og þessi dómur fjalleldi 2017 og það stendur ennþá í ársreikningnum þar sem þau neita að viðurkenna fasteignamatið. Bara sama hvað, þá tapar ríkið á þessu dæmi. Já, þetta er... Og hérna, sko... Þú veist, og svo er þetta náttúrulega bara ríkið að lána sjálfu sér. Þú veist, þetta er bara... Þetta er bara færa tapsastur og einum að síðana. Sko, þrátt fyrir að stjórnendur Hörpu telji gildandi fasteignamat Þjóðskrár Íslands vera rangt,
þá eru fasteignagjöld í rekstrarreikningi 2021 og 2020 færði í samræmi við ákvarða fasteignamat Þjóðskrár Íslands að teknu tilliti til breytingar í samræmi við úrskurð yfir skatt fasteignamatsnefndar dagsettan 31. ágúst 2017. Sko, við getum verið betri hægri menn hérna að skjóta á peningana og sukki sem að fara í þessar ágætu stofnanir sem við erum að nefna. En þetta núna 4. ári í röð sem að þú ert með, ætlaðu bara ekkert að una því að þau töpu þessum. Nei, þú veist, ég bara haltu áfram. Er þetta ekki komískt eða? Ætlum við að halda inni þarna bútnum með skattanemndina frá 2017? Já, haldu inni. Bjarni þarf að sjá þetta, hann gerir mistök. Þetta er ákveðin komík í þessu. Já. En það kannski, þú talar hérna, ef við förum í fjárframlaga hlutfallið, það 51,5% af tekjum. Já. Og það ég get tekið það fram, það lægsta hlutfallið af þessum 6 stofnunum sem við erum að taka fyrir. Akkurat. RÚV var 66%, LÍN 57% og Harpa 51,5%. Já. Þannig að þú veist, eins og sé, þetta svona kannski helsta rekstrar einingin ásamt RÚV, skilurðu? Sko, þetta og RÚV. Hér actually einhverjar svona, það þetta að selja eitthvað. Já, þú veist, þetta og RÚV. Þarna hugsaði maður bara, eigum við ekki að taka þessa fjármuni og sitja frekar í heilbrigðiskerfið eða vegina eða einhverja innviði. Ég meina það, Og annað, ef þú hugsaðir hérna, ef við tökum bara, sitjum á okkur hattinn hjá Ester hjá Regin, regluverði hjá Regin. Sem við skuldum Dominos pítsu því að hún vann á póstlistanum okkar. Já. Þú veist, hvað Harpan? Auðvitað þetta bara fasteignafélag. Akkur þetta ekki rekið sem fasteignafélag? Akkur að reyna að gera allt? Og þú veist, fyrir ríkið, við þurfum bara að gera þetta sér þátt. Ég var að reyna að forma þessa hugsun. En, þú veist, af hverju horfa þau ekki bara, ok, við erum með þessi fasteignagjöld og okkar tryggingar og allt það. Við skulum bara standa skil á því og okkar lánum á öðru. Það þarf bara einhver annar að reka þetta heldur en við og bara út í þessum rekstrinum til 20 eða 30 ára. Það þetta valið punktur, sko. Ég veit ekki, kannski verðum að jarða þér hérna. Það ekki sprett annars. Ingi Björg mætt á mig maður. Nei, hún má nú alltaf á samband. Hún væri velkomin í þátt, hún stjórnarformaður Hörpuna. Hún tekur þessu örglegt illa. En sko, þú veist, bara svo Smáralind, Regin, Reiti, Reik, hvað þetta Don't get high on your own supply. Þau eru að reka Smáralind, þau eiga Smáralind. Eru þau að reka Smárabíó? Nei, það eru ekki að gera. Já, mér finnst svona, þú veist, þau ættu bara að endur skilgreina hlutverkið út í að þau eru að sinna ráðstefnunum á því líka. Já. Og þarf þetta alltaf að vera að inni, ekki hægt að einhvern veginn að byrja þetta upp og láta þetta standa undir sér. Þú getur bara sendt fyrirspurn. Já, ég veit að ég verð hakkaður núna, sko. Já. Það að koma. Herði, þetta, í boði Keldunar. Já, ranta. Þetta rant í boði Keldunar. Það er eitt magnað inn á Keldunni núna. Þau voru að koma nýjung, þannig að þú getur séð fyrir aftan hlutabrifin. Hækkun síðustu 3 mánuði. Já. Drúkislega þægilegt. Og það er alltaf nýsköpun í boði Lensarans. Það líka eitt sem ógeðslega þægilegt að nota leitavélina inni. Ég nota þetta fyrir allt, öll fyrirtæki í dag. Það verðt að minnast á það. Já, þegar ég man bara, hvað var Brim aftur að gera? Var ekki Regin eitthvað? Var Ester í Regin eitthvað? Það vonlaust að fara að fletta, þetta eru 1.000.000 fréttir á dag, sko. Já, þetta fáránlega þægileg leitavél. Já. En Keldan, miðstöð netbankakúrikana og auðmannsins, sagði einhver. Og þarna hægt að sjá bara neikvæða ávöxtun sjóðana og gjaldeyrinn og hlutabrifin og skuldabrifin og allan fjandann. Þannig að við hvetjum ykkur að sjálfsögðu til að vera dugleg þarna inn á. Sko, þáttu dagsins, Yngvi, hvað ertu stoltur á sjálfu þér? Nei, þú skammast mér fyrir að fara í lofti með þetta. Við munum allan að blörra út þarna byrjununa eitthvað. Já, hvað það. Og svo held ég, sko, ég held að það verður meira fjör í næsta þetta. Aha. Það þjóðkirkjan, maður. Ég held við eigum ekkert afturkvæft eftir þetta. Nei, svo er það. En ég held að við þökkum bara fyrir okkur í dag, eða ekki? Þetta samt gaman, ég meina að það verður allir Það verður þetta umdelda skoðanir í þessu á einkavæða hitt eða þetta eða hvernig sem það er. Við ráðum engu, við getum ekki, ég löngu búin að læra það, við erum ekki að pyrra mig á hlutum sem ég hef ekki stjórn á sjálfur. Þannig að þetta skiptir mig engu máli. Það sást ekki í dag, en
Jú, eða þú veist, þetta fer ekki til taugunar á mig. Já, Harpa virðist vera ansi heitt í hamsi hvað var það Hörpu, en nei, ég meina þetta er alveg valid pæling með fasteignafélaga að vera ekki að standa í öllu. Einbytta ykkur bara að gera fasteignin arbara og borga af henni og það er einhver annar sem getur á reynda búið til kass úr öllum þessum sölum og veitingastöðum og algjörlega. Og ég meina, ég er búin að koma með svona 100 túristaðna, akkur er ég aldrei rukkaður. Já, bara til að fara inn. Já. Það er alltaf pæling líka. Viltu ekki bara meila þetta á Ingibjörgu? Já, ég með hana á Facebook, hún svarar mér eitthvað aldrei, ég oft sinna eitthvað. Senda hana eitthvað á pælingu. Ingibjörg! Ég held að við lókum þessi dag, þetta var klukkutíma. Við erum aðeins að spá yfir með hörpuna þarna. Þetta var klukkutíma og 5 mínútur sem er, eiginlega bara talsvert skárra en ég bjóst við. En þá sláum við bara botnin í þetta og þökkum kærlega fyrir. Já, jú, hefst á stressið.